Ríkið ætlar að auka framlög til meðferðarúrræða barna og unglinga 3 milljarða á næsta ári. Enn beðið eftir nýju meðferðarheimili í Garðabæ og opnun heimilis fyrir drengi hefur verið frestað. Tugum flugferða í Evrópu var aflýst í morgun vegna netárásar á fyrirtæki sem sér tölvukerfi fyrir flugvelli. Sérfræðingur segir áhyggjuefni að hægt sé að komast inn í slík kerfi til að valda skaða. Gangi spár eftir fjölgar Íslendingum með heilabilunarsjúkdóma 80% á næstu 35 árum. Heilbrigðiskerfið ræður ekki við verkefnið að mati formanns Læknafélags Íslands. Formaður Viðreisnar segir brýnt að standa vörð frelsi og frjálslyndi. Hér á landi séu öfl sem vilji flytja inn andlýðræðislega stefnu öfgaafla í Bandaríkjunum og Evrópu. Og við förum á hestbak í lok fréttatímans með grænlenskum börnum, en 5. bekkingum hefur árabil verið boðið hingað til lands til að læra sund. Komið sæl. Opnun meðferðarheimilis fyrir drengi á Gunnarsholti á Suðurlandi hefur tafist mikið. Það verður að líkindum ekki opnað fyrr en í byrjun næsta árs. Bygging nýs meðferðarheimilis í Garðabæ enn á viðræðustigi. Hér erum við á lóð við Friðarvelli þar sem áformað að meðferðarheimili rísi. Frá 2015 hefur staðið til að byggja nýtt meðferðarheimili fyrir börn og ungmenni. 7 ár eru síðan skrifað var undir yfirlýsingu að reisa það hér í Garðabæ. Síðan hefur lítið gerst. Og þetta nú ekki beinlínis inn í miðjum bæ og þetta stranda þó að því að hér þarf umfangsmikla gatnagerð til. Það þarf að leggja hér nokkuð langa götu sem kostar meira heldur en þau gatnagerðargjöld sem okkur heimilt að innheimta ríkið og við höfum bara óskað eftir því að ríkið beri þennan viðbótarkostnað. Og erum í fyrsta skipti núna að fá svona jákvæða svörun við því. Gatnagerðargjöldin sem deilt hefur verið eru á bilinu 50 til 80 milljónir króna. Í samhengi verkefnisins í heild þá þetta mjög lágar fjárhæðir og sérstaklega við tökum bæði samfélagslegan fórnarkostnað á að starfsemin sé ekki komin lengra en einnig fjárhagslega. Framlög ríkisins til meðferðarúrræða voru áætluð 0,5 milljarður króna fyrir árið 2025. Þau verða aukin 1,7 milljarða króna og verða þá samtals ríflega 2 milljarðar á þessu ári. Á næsta ári tekur ríkið við málaflokknum af sveitarfélögunum. Áætluð útgjöld verða þá 3 milljarðar króna. Skömmu fyrir kosningar í fyrra tilkynnti þáverandi ráðherra barnamála að meðferðarheimili yrði opnað í Mosfellsbæ. Það hefur ekki verið tekið í notkun þar sem það uppfyllti ekki kröfur vistun fyrir börn. Ríkið borgar 750.000 í leigu á mánuði fyrir húsnæði sem enn stendur autt og greiddi þar fyrir utan ríflega 400 milljónir króna fyrir að taka það yfir. Nú styttist hins vegar í að heimilið verði opnað. Gerðar hafa verið umtalsverðar breytingar og lagfæringar, búið að ráða starfsfólk og fyrstu börnin komingað í næstu viku. Þetta heimili væri þá til viðbótar við nýtt meðferðarheimili í Garðabæ. Og það skynja allir mikilvægið, þannig að ég vona svo sannarlega að við náum að leysa úr þessu hratt og að hér fari þá skófla í jörð sem allra fyrst. Áttu vonaði það gerist? Já, maður alltaf bjartsýnn og mér finnst tónninn í viðræðunum við fulltrúa fjármálaráðuneytisins vera þannig að það vilji til lausnar og kannski meiri skilningur en áður var á þessum sérstöku aðstæðum sem eru hér varðandi gatnagerðina. Staðan sé þannig í meðferðarmálum barna og ungmenna að það liggi á að bæta úr. Við megum bara engan tíma að missa í þessum málaflokki. Þá unnið að því að koma upp meðferðarheimili fyrir drengi í Gunnarsholti á Rangárvöllum. Verið að fjarlægja asbest sem fannst í húsinu og því ekki hægt að fara þangað inn. Auk almenns viðhalds þarf að bæta brunavarnir og laga húsnæðið að starfsemi meðferðarheimilis. Frá því að Lækjarbakka á Rangárvöllum var lokað vegna myglu í apríl í fyrra hefur engin langtíma meðferð verið fyrir drengi. Til stóð að ljúka framkvæmdum við slíkt meðferðarheimili hér í Gunnarsholti í lok næsta mánaðar en nú hefur verklokum verið frestað fram í lok árs. Við erum með Skálatún í Mosfellsbæ, þar verða tilbúið, munum börn að fara inn þar bara í næstu viku og það mun létta stuðlum og síðan Gunnarsholt til dæmis alveg á fleygiferð og vonandi verður það bara tilbúið í desember og komið í gagnið í janúar, þannig að
Ég bara, eins og ég segi, við erum að forgangsraða og erum að gera allt sem við getum til að koma þessu hlutum í lag. Það léttir ennþá meira á stjórnum þegar Gunnarsholt er tilbúið. Þannig að við erum að gera allt sem við getum til að koma því þannig fyrir að þessi hægt að fara að vinna og taka á stuðlum og koma þeim alveg í fullkomið lag. Hvers vegna hefur þetta tekið svona langan tíma? Sko það ýmislegt komið upp, mygla, asbest, brunin, ég meina þetta setur hlutin úr samhengi og það þarf við að bregðast við og það er það sem við erum búin að vera að gera og við hefum bara lagt eiginlega líku við dag og nóttu þetta bara að flýta þessum málum vegna þess að við vitum þörfina og eins og ég segi, hver dag skiptir máli. Volodymyr Zelenský, forseti Úkraínu, ætlar að hitta bandaríska kollega sinn Donald Trump í næstu viku til að ræða refsiaðgerðir gegn rússneskum stjórnvöldum. Rússar skutu hundruðum dróna á Úkraínu í nótt og rufu lofthelgi Eistlands í gær. Þessar myndir sem koma frá rússneska varnarmálaráðuneytinu sýna að sögn ráðuneytisins árásir á drónastjórnstöð Úkraínumanna í Dnipropetrovsk héraði. En það var ekki það eina sem rússar réðust á í héraðinu. 30 særðust í drónaárás á íbúðarhús í þorpinu Dnipro. І раптом я почула вибух, і тільки я вхопила телефон, щоб зрозуміти, що сталося, мені в лице буквально принесло вибухову хвилю. Rússar skutu hátt í 600 drónum og 40 eldflaugum á Úkraínu í nótt. 3 voru drepnir. Eistland virkjaði 4. grein Atlantshafssáttmálans í gær eftir að 3 rússneskar herþotur rufu lofthelgi landsins í 12 mínútur. Ítalskar þotur fylgdu þeim burt. Greinin kveður á samráð milli aðildarríkja ef öryggi eins þeirra telst ógnað. Bæði Eistar og NATO líta málið alvarlegum augum. Aga loomulikult, et nii pikalt Eesti õhuruumis olla, see on loomulikult ikkagi vähemalt pahatahtlikkus kui mitte kavatsetud operatsioon. Volodymyr Zelenský, forseti Úkraínu, hittir Donald Trump forseta Bandaríkjanna í New York í næstu viku þegar allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna fer fram. Þar verða refsiaðgerðir gegn Rússum og öryggistrygging til umræðu. Landsþing Viðreisnar hófst í morgun, það fyrsta síðan flokkurinn tók sæti í ríkisstjórn. Formaður flokksins lýsti áhyggjum af uppgangi popúlískra afla í Bandaríkjunum og Evrópu og að hér séu öfl sem vilji flytja inn þessa hugmyndafræði. Við sjáum það bara meðal annars ákveðnu tóni sem verið að slá á þingi á samfélagsmiðlum, þau eru þar. Við í Viðreisn, við vitum alveg fyrir hvað við ætlum að tala að það er að tala fyrir mannréttindi allra hópa, hinsegin fólks, kvenna, barna í erfiðum aðstæðum út allt samfélag og ekki síst þá sýnist mér líka að við þurfum að standa vörðum frelsi allra, hvort sem að það er tjáningafrelsi eða önnur tegundafrelsi. Á 300 flokksmenn sækja þingið og er þetta fjölmennasta landsþing flokksins til þessa. Framundan eru sveitarstjórnarkosningar og stefnir í Viðreisn á að bjóða fram að lista undir eigin merkjum í flestum sveitarfélögum landsins. Margra augu er á borginni þar sem ljóst er að velja þar nýjan oddvita og voru hugsanlegir kandidatar mikið ræddir meðal landsþingsfulltrúa milli viðburða. Formaðurinn segir markmiðið skýrt fyrir kosningar. Ná árangri, því að við erum það hreyfiafl sem að þjóðin öll, bæði í sveitarstjórnum með landið allt þarf á að halda og ég sé fullt af tækifærum fyrir okkur í Viðreisn, bæði hér í borginni en líka á landsbyggðunum, hvort sem að það er heim í Hafnarfirði eða út á landsbyggðunum, norðvestur, norðaustur og suðurkjördæmi. Þingið heldur áfram á morgun og verður þá kosið í æðstu embætti. Frestur til að skilja inn framboðum rennur út á morgun en ekki er útlit fyrir að breytingar verða á forystu flokksins þar sem formaður, varaformaður og ritari eru öll ein í framboði. Heilbrigðiskerfið þarf að búa sig undir fjölgun fólks með heilabilun næstu ár. Búist er við að Íslendingum með heilabilun fjölgi 80% næstu 35 ár. Ég held að við getum bara sagt að við séum að horfa upp á faraldur 21. aldarinnar hvað varðar Alzheimer og aðra heilabiluna sjúkdóma. Steinunn hélt erindi á ráðstefnu Alzheimer samtakana í dag undir heitinu Áskoranir framtíðarinnar. Þar sagði hún ýmsar ástæður fyrir fjölgun fólks með Alzheimer, fólk lifi lengur og lifi fremur af alvarlega sjúkdóma á borð við krabbamein. Og þetta er eitthvað sem hefur kannski ekki fengið nógu mikinn gaum hingað til og jafnvel talið vera hluti af eðlilegri öldrun sem það er alls ekki. Og ef við ætlum að lifa góðu lífi sem samfélag í framtíðinni og hlúa vel að okkar eldra fólki þá þurfum við að horfa á þetta fyrst og fremst vegna þess að heilabilunasjúkdómar eru þeir sjúkdómar sem valda því
oftast að fólk þarf til dæmis að flytja á hjúkrunarheimili. Þannig að taka kerfisbundið og bara öflugt á þessu myndi skipta mjög miklu máli. Höfum við efni á að gera það ekki? Bara alls ekki. Og það til mikils að vinna, því spáð að 80% fleiri Íslendingar verði með heilabilun eftir 30 ár. Núna eru 4.400 með heilabilunar sjúkdóma og gangi spár eftir verða þeir hátt í 8.000 árið 2060. Þetta felur í sér aukinn kostnað. Núna árlegur kostnaður á hvern einstakling með heilabilun 6,3 milljónir króna. Það eru samtals hátt í 28 milljarðar í ár, eða meira en fjórðungur þess sem kostar að reka Landspítala. Við vitum að kerfi ræður ekki við þetta og það ekkert heilbrigðiskerfi eða samfélag að fara að standa undir þessum kostnaði ef að þróunin heldur áfram eins og hún lítur út í dag. Steinunn segir að ný rannsókn sýna bólusetning gegn ristli, útbrotum sem geta myndast þegar hlaupabóluveira sem hefur legið í dvala vakna til lífsins geti minnkað áhættu á heilabilun. Svo kom í ljós þegar farið að fylgja eftir fólki sem var bólusett að þetta minnkaði áhættu á að þróa heilabilun 20% að vera bólusettur. Þannig það virðist vera að veiran sé að valda einhverjum usla í taugakerfinu sem við höfum ekki verið meðvituð um. Hægt að fá bólusetningu við ristli á Íslandi? Það hægt en má þarf að greiða það úr eigin vasa og það kostar 60.000 krónur skammturinn og það eru 2 skammtar. Þannig að þetta ekkert á færi allra og ég tel að það væri mjög mikilvægt fyrir heilbrigðisyfirvöld hérlendis að skoða hvort að það sé ekki ávinningur af því að setja þetta inn í almennt bólusetningarprógram. Erum við að standa okkur nógu vel? Við erum auðvitað að gera margt vel í dag en við erum held ég ekki alveg reiðubúin í þessa miklu holskeflu sem framundan er. Velkomin Alma Möller. Hvað segirðu? Undirbúningur hafinn fyrir þessa miklu holskeflu sem formaður Læknafélagsins nefnir? Já, við erum að búa okkur undir vaxandi fjölda aldraðra og langvinnra sjúkdómra og við erum auðvitað að byggja upp öldrunarþjónustu og leggja áherslu á einfaldari úrræði eins og heimaþjónustu og dagþjónustu en líka að efla uppbyggingu hjúkrunarheimila. Við erum að skoða sérstaklega hvernig við ætlum að manna öldrunarþjónustuna og þegar kemur að heilabilun þá verið að uppfæra áætlun til næstu 5 ára. En það eru stór tækifæri í forvörnum. Jafnvel hægt að minnka sjúkdómabyrði 40-45% og þar þurfum við bara öll að taka höndum saman. Við þurfum að hreyfa okkur, það eitt af besta sem við getum gert fyrir heilan. Borða hollt, sofa vel, hugsa andlegu hliðina og forðast áfengi og tóbak og svo þarf að fylgjast vel með fólki þegar það komið langvinna sjúkdóma eins og til dæmis háþrýsting og sykursýki. Já, þannig það biðlegt til fólk sem að hugsa vel sig og það auðvitað gott að blessað. En þarf ekki eitthvað svona róttækt ef að framfer sem horfir eins og þessar tölur að fjölgi þessum hópi 80%? Jú, auðvitað þarf mjög margt til. Það þarf að bara hugsa kerfið í heild, að nýta það sem allra best, samhæfa og samstilla. Það þarf að huga að nýtingu nýrrar tækni en það eru líka gríðarleg tækifæri fólkin í lýðheilsu og eins og ég segi, þar getur hver og einn gert mikið. Formaður Læknafélagsins nefnir þarna bólusetningar gegn ristli. Til skoðunar að það verði hluti af almennum bólusetningum en ekki bara á færi nokkura? Já, við erum byrjuð að bólusetja gegn hlaupabólu, það byrjaði 2019. Þarna nú talið að þurfi heldur meiri rannsóknir til áður en að verður ákveðið að taka þetta upp í almenna bólusetningar en það norrænn hópur að skoða það. Þið kynntu nýlega áform einstaklingsniðna heilbrigðisþjónustu. Gæti hún nýst í þessu málaflokki? Já, maður vona það. Það ætlunin að horfa til margra þátta, erfðaþátta, alls konar lífvaka, próteina í blóði, upplýsinga lífstíl og fá þannig mat á áhættu hvers og eins og jafnvel hvaða lyf muni virka á viðkomandi. Þannig að það eru vonandi tækifæri þar. Takk fyrir komuna, Alma Möller. Takk. Og þá að öðru. Netárás á þjónustukerfi fyrir flugvelli olli miklum töfum á flugi á þremur af helstu flugvöllum Evrópu. Tugum flugferða. Svona var staðan á flugvellinum í Brussel. Vélar til að tékka inn farangur og farþega í flug voru óvirkar. Starfsmenn þurftu að gera það með handafli og jafnvel handskrifa á farangursmiða. Dat probleem is gisteravond ontstaan na een cyberaanval. En we doen er nu met de partners alles aan om die impact zoveel mogelijk te beperken. Maar het zorgt helaas wel voor vertragingen en geannuleerde vluchten. Minst 10 flugferðum var aflýst og 17 seinkaði meira en klukkutíma. Ik moet naar Australië en ik heb een overstap in Doha.
Dus ik ben niet zeker dat ik die ga halen, maar we zullen zien. Hoe lang sta je hier al? 2 uur, ja. Tafir urðu einnig á Heathrow í Lundúnum og Brandenborgarflugvellinum í Berlín. Á báðum stöðum mynduðust mjög langar raðir og fólk þurfti stundum að bíða klukkustundum saman eftir þjónustu. Wir fliegen in die Türkei und eigentlich soll es genau jetzt losgehen, aber es wird wohl noch ein bisschen dauern. Man weiß ja nicht, können wir nun fliegen oder nicht, und das ist eben mit so einem kleinen Kind hier nicht gerade sehr angenehm, ne? Það ekki vitað hver ber ábyrgð á árásinni sem var gerð á fyrirtækið Collins Aerospace. Það þjónustar flugvelli víða heim og með 80.000 starfsmenn. It's deeply worrying that a company of that stature, who normally have such resilient systems in place, have been affected. Fyrirtækið það stærsta í þjónustu við flug í heiminum og selur líka kerfi fyrir hernað og jafnvel geimferðir. I think there will be deep concerns that their systems have been tampered with in such a way. Sniðgangan var farin í annað sinn í dag, bæði á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri, til að sýna palestínsku þjóðinni samstöðu og taka afstöðu gagnvart þeim sem hagnast á hernámi og stríðsglæpum Ísraelsstjórnar. Gengið var frá Hellisgerði í Hafnarfirði 10 km leið og göngunu lauk á Klambratúni í Reykjavík. Sniðgöngurhreyfingin boðar mikilvægi þess að sniðganga Ísrael og ísraelskar vörur, þar til stjórnvöld þar lúti alþjóðalögum og virði frelsi og réttindi Palestínumanna. Bakgarðshlaupið hófst í Heiðmörk í morgun en yfir 200 hlauparar taka þátt. Núna eru rúmlega 120 hlauparar eftir og eru búnir að hlaupa hátt í 70 km, en þeir fara 6,7 km hring á klukkutíma fresti. Gert ráð fyrir að hlaupararnir verði að í Heiðmörk langt fram á morgundaginn og jafnvel lengur. Hlaupið getur tekið á og margir voru orðnir lúnir þegar líða fór á daginn. Hvernig líður þér? Nei, ég einnig við bátt, ekki. Hvernig líður þér? Hefur verið betri en líður samt vel. 4 mínútur í næsta, ertu tilbúin í það? Við byrjum allavega, maður má ekki stoppa á milli. Nær öll 12 ára börn búsett á Austur-Grænlandi eru núna stödd hér á landi til að læra sund. Þau eru rúmlega 20 talsins en KALAG, vinafélag Grænlands og Íslands, hefur árabil boðið 5. bekkingum hingað til lands til að læra sund og kynnast íslensku samfélagi. Og í dag kynntust þau íslenska hestinum og fengu að fara á bak í blíðunni í Víðidal í Reykjavík. Og það að veðri. Það er víða bjart veður og líkur á vægu næturfrosti inn til landsins. Suðvestan kaldi eða strekkingur á morgun og það má búast við rigningu víðast hvar, þó síst suðaustan til. Hlýnar heldur einkum norðan heiða. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Íslendingar luku keppni á HM í frjálsíþróttum í Tókíó í dag. Úrslita hlaupin í 5000 metra hlaupi kvenna og 800 metra hlaupi karla voru æsi spennandi. Íslenska kvennalandsliðið í handbolta átti erfitt uppdráttar í vináttuleik við sterka Dani í dag. Berglind Björg Þorvaldsdóttir skoraði 5 mörk í bestu deild kvenna og ÍA hélt áfram björgunar aðgerðum sínum í bestu deild karla. Svo er það íslenska skautaparið sem keppti á úrtökumóti fyrir Ólympíuleikana og enski boltinn í íþróttum hér eftir fréttir. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Ríkið ætlar að auka framlög til meðferðarúrræða barna og unglinga 3 milljarða á næsta ári. Enn er beðið eftir nýju meðferðarheimili í Garðabæ og opnun heimilis fyrir drengi hefur verið frestað. Tugum flugferða í Evrópu var aflýst í morgun vegna netárásar á fyrirtæki sem sér tölvukerfi fyrir flugvelli. Sérfræðingur segir áhyggjuefni að hægt sé að komast inn í slík kerfi til að valda skaða. Gangi spár eftir fjölgar Íslendingum með heilabilunarsjúkdóma 80% á næstu 35 árum. Heilbrigðiskerfið ræður ekki við verkefnið að mati formanns Læknafélags Íslands. Formaður Viðreisnar segir brýnt að standa vörð frelsi og frjálslyndi. Hér á landi séu öfl sem vilji flytja inn andlýðræðislega stefnu öfgaafla í Bandaríkjunum og Evrópu. Það var þetta upptalið hjá okkur þetta laugardagskvöldið. Við ætlum að kveðja ykkur með myndum sem Bragi Valgeirsson tók af haustlitunum í veðurblíðinu á Þingvöllum á dögunum.
Takk fyrir samfylgdina á öllum okkar miðlum þar sem af er degi, verið sæl og njótið helgarinnar.